Eitt sem hefur verið rætt svolítið á síðari árum, það hérna ljósabekkja notkun. Já. Þið hafa orðið vör við svona aukna tíðni á húðkrabbameini þá eða hvað? Töluvert mikla aukna tíðni á húðkrabbameini og það sem verst að þetta eru krabbamein sem koma hjá mjög ungu fólki. Maður þarf ekki að hafa verið mjög lengi í ljósabekk áður en að áhættan fyrir að aukast töluvert mikið. Og við Íslendingar erum náttúrulega mjög ljóslituð þjóð. Þannig að við erum í aukin áhættu á því að fá krabbamein í húðina. Og það búið að sýna fram á það að ljósabekkjanotkun sem hefur verið mjög útbreidd hérna á Íslandi, að hún hefur verulega skaðleg áhrif á húðina og eykur verulega mikið tíðnina á húðkrabbameini og sem betur fyrir búið að banna notkun ljósabekkja hjá ungmennum sem að virðast vera meira næm fyrir áhrifum sólarinnar. Og síðan það náttúrulega að reyna að forðast íslensku sólina alveg eins og útlensku sólina því það búið að sýna fram á það að útfjólubláa geislun alveg jafn sterk á Íslandi yfir sumartíman alveg eins og í útlöndum. Þannig að maður á að reyna að vera ekki ber eða óvarin í sólina á milli 12 og 3 á daginn. Þá það sé kannski ekkert rosalega heitt að þá sólin sterk og geislarnir ná í gegn. Já, þannig að hitastigið plata mann. Maður heldur að sólin sé ekki eins sterk en það hún í raun og veru.